Virkjunarkostirnir sem lagt til að bætt verði í nýtingarflokk myndu skila orku á við tæplega hálfa Kárahnjúkavirkjun. Óljóst hvort mótvægisaðgerðir Landsvirkjunar myndu nægja til að tryggja laxagengd í Þjórsá. Ef allir 4 virkjanakostir sem atvinnuveganefnd Alþingis hefur lagt til að setja í nýtingarflokk yrðu nýttir, myndu virkjanirnar framleiða 300 megavött sem tæplega hálf Kárahnjúkavirkjun. Undirbúningur þessara virkjana þó mislangt á veg kominn. Hallgrímur Indriðason, þú hefur kynntir þessa virkjanakosti og tillöguna sem að setti Alþingi í uppnám núna fyrir helgi. Hvað eiginlega rifist? Ja, það sem stjórnarandstaðan hefur aðalega gagnrýnt að verkefnastjórnum rammaáætlun hefur aðeins lokið umfjöllun einn af þessum virkjanakostum sem lagt var til að nýta. Á móti hefur hins vegar verið bent á að það að setja virkjunarkost í nýtingarflokk þýðir alls ekki að það verði virkjað og það alls ekki þannig að hægt verði að byrja framkvæmdir strax þó að það verði ákveðið að setja þessa kosti í nýtingarflokk. Já, en hvað þá framundan? Já, það óljóst. Hagavatnsvirkjun hefur náttúrulega verið dregin tilbaka og Skrokkölduvirkjun hefur ekki einu sinni farið í umhverfismat og þessar 2 virkjanir skera sig svolítið úr, eru komnar miklu skemur á veg en virkjanirnar í neðri hluta Þjórsár. Þar myndi væntanlega taka 1 til 2 ár að ljúka bæði skipulagsvinnu og svo fá leyfi til að virkja og framkvæma. Já, en þú fórst austur fyrir fjall og kíktir aðeins á þetta mál, lítum á það. Upphaflega átti að setja 5 virkjanakosti í nýtingarflokk en einn þeirra, Hagavatnsvirkjun, var dregin tilbaka. Við skulum byrja á þeirri efstu í Þjórsá. Fyrirhuguð Hvammsvirkjun verður byggð þannig að myndað verður 4,5 ferkílómetra uppistöðulón hér upp með ánni með stíflu sem mun rísa hér. Ánni verður síðan veitt niður fyrir Minnanúpshólma sem þýðir að rennslið í ánni minnkar umtalsvert neðan stíflunar. Í hólmanum náttúrulegur birkiskógur og óttast að minna rennsli við hann auðveldi búfé að komast að hólmanum. Landsvirkjun ætlar að girða hann af. Þá þyrfti að færa Þjósárdalsveginn þar sem hluti af honum færi undir vatn. Þessi virkjun hefði mun minni áhrif á laxagengd en þær sem yrðu neðar í ánni og það aðalástæðan fyrir því að verkefnastjórnum rammaáætlun hefur sett virkjunina í nýtingarflokk. Hvammsvirkjun yrði 85 megavött. Færum okkur nú aðeins neðar í Þjórsá. Stífla fyrirhugaðrar Holtavirkjunar verður hér nánast í túnfætinum á bænum Akbraut. Fyrir ofan hana verður síðan myndað 4 ferkílómetra uppistöðulón. Þar nú áin Árneskvísl sem mun engan veginn standa undir nafni af þessu verður. Kvíslin sem sést hér verður að lóni sem allnokkuð stærra en við Hvammsvirkjun. Murneyrarkvísl sem fjærst á þessari mynd stór hluti af uppeldisstöð laxa í Þjórsá. Hún þurrkast upp án mótvægisaðgerða en Landsvirkjun ætlar að tryggja lágmarksrennsli í kvíslina. Umdeilt hvort það dugi til. Holtavirkjun yrði 85 megavött. Skoðum nú neðstu virkjunina í Þjórsá. Fyrirhuguð Urriðafossvirkjun verður þannig að byggð verður 12 metra há stífla hér skammt ofan við gömlu Þjórsárbrúna og 9 ferkílómetra uppistöðulón myndast þar fyrir ofan. Þetta þýðir að rennsli árinnar hér neðan stíflunar verður svipur hjá sjón. Urriðafoss vatnsmesti foss landsins þó að hæðin gefi það ekki til kynna. Rennslið í hann yrði það lítið að hann geti nánast horfið stöku sinnum. Þar óttast menn að laxinn geti ekki gengið þaðan upp ána, en það hefði mikil áhrif á laxastofn árinnar í heild. Landsvirkjun hyggst tryggja með mótvægisaðgerðum að laxinn komist sína leið. Þessi virkjun yrði sú stærsta í neðri hluta Þjórsár, eða 132 megavött. Að lokum færum við okkur upp á hálendið. Í Skrokkölduvirkjun yrðu öll mannvirki neðanjarðar og sæjust því ekki. Ef loftlínur verða lagðar frá virkjuninni, hefðu þær hins vegar mikil sjónræn áhrif. Þeir sem á móti háspennulínulögnum Sprengisand óttast að stutt geti verið í þá línu ef virkja á svo nálægt þeirri leið.